Kæru kandidatar, ágæta starfsfólk Háskólans á Akureyri og aðrir góðir, stoltir gestir. Ég heiti Guðmundur Gunnarsson. Ég heiti Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Það mér sönn ánægja að bjóða ykkur velkomin á brautskráningu nemenda úr námi á framhaldsstigi við Háskólann á Akureyri 2019. Þetta í annað sinn sem við gerum þetta með þessum hætti, þetta fyrirkomulag, að veita ykkur kandidatum úr framhaldsnámi svona ákveðin virðingarsess sem að þið hafið stritað fyrir og eigið skilið og þannig að ykkar aðstandendur og aðri góðir gestir geta notið þess með ykkur, allt sem að þið hafið lagt á ykkur. En við gerum þetta líka vegna þess að við viljum leggja sérstaklega áherslu á rannsóknarhlutverk Háskólans á Akureyri sem eins og við vitum orðin einn af hornsteinunum í starfseminni. Og við viljum líka gera þetta til þess að ýta undir þann virðingarsess og svona þýðingu sem að rannsóknir hafa fyrir samfélagið allt í heild sinni, ekki bara hér á Akureyri, heldur samfélagið allt. Já, framhaldsnám að miklu leyti rannsóknatengt og stefna Háskólans að efla bæði sem sjálfstætt nám og sem undanfara doktorsnáms. Og nú koma smá leiðbeiningar farsíma og myndatökur. Ég ætla að biðja ykkur að slökkva á farsímunum á meðan að við klárum þessa virðulegu athöfn. Og ég ætla líka að benda ykkur á að það ljósmyndari á vegum Háskólans sem mun taka bæði óaðfinnanlegar og í fókusmyndir sem að þið hafið aðgang að ykkur að kostnaðarlausu. Þannig að hér koma tilmæli þess efnis að njótiði frekar augnabliksins með eigin augum fremur en af skjánum á snjalltækjunum og treystiði okkar ljósmyndara. Nú hefst þetta hefðbundna því að Eyjólfur Guðmundsson, rektor Háskólans á Akureyri, mun nú halda ræðu, en fyrst mun hann, venju samkvæmt, ganga í salinn ásamt sviðsforsetum við undirleik hornaflokksins. Í hornaflokknum Kjartan Ólafsson, Ella Vala Ármannsdóttir, Atli Sigurðsson og Helgi Þorbjörn Svavarsson. Þau munu leika fyrir okkur Vormenn Íslands, lag Ísólfs Pálssonar. Við viljum biðja ykkur að rísa upp úr sætum. Kæru kandidatar, kæru gestir, velkomin á Háskólahátíð Háskólans á Akureyri 2019. Þetta annað árið í röð þar sem við erum með þessa skiptingu á milli framhaldsnáms og grunnnáms
Og það mjög svo til marks það hversu skólinn hefur stækkað og þroskast á síðustu 30 árum. Í dag þá brautskráðum við 116 nemendur á 3 fræðasviðum með 14 mismunandi námsgráður eða diplómapróf. Og á síðasta ári stunduðu 333 nemendur nám á framhaldsstigi og þar af komu fyrstu 2 doktorsnemarnir til náms nú undir lok síðasta árs. Mikil og stór stund fyrir Háskólann á Akureyri. Þá fekk starfsfólk Háskólans á Akureyri 2 stóra rannsóknarstyrki úr rannsóknarsjóð og við höfum verið að sjá fram á stigvaxandi aukningu rannsóknarstiga hjá starfsfólki skólans. Það alveg sérstaklega ánægilegt að sjá þessa miklu grósku sem á sér nú stað í þessu rannsóknarsamfélagi og eflingu nýsköpunar, þannig að samfélagið og atvinnulíf á Íslandi öllu, en þó sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins, ná að styrkjast og geti þannig boðið upp á aukna fjölbreytni og laða til sín ungt fólk land allt. Kæru framhaldsnemar, þið eru nú að brautskrást með háskólagráðu að minnstakosti númer 2 og þið hafið lagt að staði þá vegferð að vera sérfræðingar á ykkar sviði. Stóra áskoranir fyrir ykkur verður að nýta þá þekkingu, færni og hæfni sem þið hafið öðlast til að skapa ykkur sjálfum tækifæri til starfa á spennandi vettvangi. Sá vettvangur verður kjarninn í ykkar faglega lífi á næstu árum og áratugum. Ykkur býður það mikla verk að umbreyta heiminum. Umbreyta honum þannig að við getum lifað á okkar litlu plánetu í sátt við náttúru og annað fólk. Því þrátt fyrir alla þá þekkingu sem mannkynið hefur öðlast á áratug þúsundum, þá hefur okkur ekki enn tekist að leysa mörg af okkar stærstu vandamálum. Við höfum ekki náð að byggja skilvirk kerfi sem leysa úr ágreiningi þjóða. Við höfum ekki náð að temja okkur neysluvenjur sem í takt við getu náttúrunnar til að standa undir þeirri neyslu. Nýja höfum við öðlast næga þekkingu til að takast á við mörg af stærri heilbrigðisvandamálum heimsins. Á sama tíma hefur mannkynið aldrei staðið framar í þekkingu sinni. Við höfum aldrei leyst fleiri verkefni í fortíðinni og við höfum aldrei haft önnurins tækifæri til þess að taka skynsamar ákvarðanir framtíðina. Og allar þessar umbætur hófust þegar vísindin voru höfð að leiðarljósi. Og okkur mun ekki takast að leysa úr þeim vandamálum sem ég minntist á hér áðan nema að með áframhaldandi rannsóknum og þekkingarleit með vísindin að leiðarljósi. Ágætu gestir, þeir einstaklingar sem hér brautskrást í dag eru uppspretta vonar fyrir okkur öll. Þessir hæfileikaríku sérfræðingar munu með sinni nýjustu þekkingu taka þátt í að móta okkar samfélag á næstu árum og mörg hverja eru þegar byrjuð með sínu rannsóknum. Oft námsgráðum skipt í 2 flokka, starfstengt meistaranámi eins og til dæmis meistaragráða í menntunarfræðum eða rannsóknartengt eins og gráða til dæmis til meistaragráðu í félagsvísindum. Fyrri flokkurinn oftast tengdur við tilteknar starfsstéttir eins og kennaranámið og svo síðar við rannsóknir og þó oft hugsar fólk rannsóknir í einhvers konar tilraunastofum. Málið hins vegar að það ekki hægt að þróa störf og starfsumhverfi nema með rannsóknum. Og rannsóknir verða ekki hagnýttar til þess að hafa áhrif á samfélagið nema í beinum samskipti við atvinnulífið. Þannig að þekking og menntun ekki eitthvað sem þið öðluðust nú á tilteknu tímabili, farið síðan út til starfa og starfið með þeim hætti til æviloka. Menntun ferli sem í stöðugri mótun og hver og einn einstaklingur verður að halda áfram sinni menntun. Og ég ekki leitt að segja ykkur þannig alla ævi. Þið heldur að vera búin. En þess vegna það svo. Og þá mörg ykkar sé að ljúka sinni annarri, sumi 3., nú eða jafnvel 4. háskólagráðu eða prófi, að þá þörfin og fyrir sí- og endurmenntun einfaldlega að aukast. Því það oft þannig að listin og samfélagsgagnrýnin sem við finnum í komedíunni, fáránleika tilverunar, endurspeglar kannski svolítið fyrirfram hvað samfélög eða þurfa að verða.
Það var kannski engin hæðni fólkin í því þegar Georg Bjarnfreðarsson lýsti því yfir að hann hefði 5 háskólagráður frá Lundi. Það var kannski einfaldlega framsýnu höfunda næturvaktarinnar að sýna fram á að það þyrftu allir að vera vel menntaðir í framtíðar samfélaginu. Menntun er nefnilega ekki talin í fjölda háskólagráða eða fjölda bóka eða flækjustigs þeirra þrautar sem að leystar eru innan tiltekina tímamarka. Hinn eina sanna menntun er menntun sem eykur dýpt okkar og skilning á lífinu og hvernig við getum bætt lífið. Fyrir okkur öll og alla þá sem búa á þessari litlu jarðar kringlu. Og svo þekking sem nemendur hafa öðlast hér í námi sínu og rannsóknum við Háskólann á Akureyri er hluti af þeirri menntun sem mun koma þeim verkefnum í framkvæmd sem ég talaði hér áðar. Já, ágætu nemendur, samfélagið þarf á ykkur að halda og samfélagið þarf á nýrri hugsun að halda á öllum sviðum. Heilbrigðis- og velferðarkerfi okkar, svo tökum sem dæmi, virðist endalaust geta notað nýtt fjármagn og þrátt fyrir að þessi stærsti útgjaldaliður hins opinbera. Enda er innan þess gríðarleg þjónustu þörf og við viljum hafa þetta sem okkar bestu þjónustu fyrir alla. En ef okkur á að takast að viðhalda þessu þjónustustígi, þá verðum við að finna nýja leiðir. Við verðum að nota nýja þekkingu og koma fram með óhefðbundnar lausnir. Það verður svolítið ykkar hlutverk, kæru nemendur. Að breyta kerfinu þannig að við getum haldið áfram að veita úrvalsþjónustu. Þið verðið að stunda nýsköpun í ykkar störfu. Og í raun og veru sama hvar í starfið. Hvort það verður hvort sem það verður innan menntakerfisins, innan framleiðsluiðnaðarins, nú matvælaiðnaðarins, í afþreyingunni eða ferðamannaþjónustunni, fjármálaþjónusta og meiri segja lögfræðaþjónusta og önnur sérsvið eru ekki undanskilin þessum miklu breytingum sem framöndan eru. Og öllum þessum sviðum munum við læra að nota gervigreind og gríðargögn til þess að ná fram betri skilvirkni og skilningi á því hvað eru bestu lausnir. Ég öfundi ykkur ekki alltaf að verkefnið og oftast finnst mér það mjög spennandi. En í ykkar tilfelli að þá er stundum ekki eins og vita hvert vandamálið er fyrir að það bara skellur á ykkur. Breytingarnar verða það örar að eitthvað sem við teljum rétt í dag kemur í ljós að er kolrangt á morgun. Og eina leiðin til að takast á við slíkt er að stunda öflugar rannsóknir, halda áfram í nýsköpun og hagnýta þá þekkingu sem þau öðlist bæði námi og starfi. Já, kæru nemendur, þið hafið náð merkum áfanga í lífi ykkar. Þessi áfangi er persónuleg sigur hvers og eins ykkar. Við eigum jú flestar sameiginlegt að komast í gegnum nám á framhaldsstigi með dyggum stuðningi okkar nánustu ættingja og vina og með traustu samstarfi og samvinnu við leiðbeinendur. En kannski var einmitt mesti lærdómurinn fólginn í því að upplifa erfiðleikana í samvinnunni. Að ná fólki saman, að skipuleggja verkefnin, safna á gögnunum og svo þegar þetta allt komið að reyna að skilja það sem er fyrir framan ykkur. Kannski er einmitt mesti lærdómurinn fólginn í því að þrátt fyrir að einstaklingurinn vilji ná fram sínum eigin markmiðum, þá megum við ekki gleyma markmiðum annarra og kannski markmiðum okkar nánustu í þeirra eigin lífi. Hvernig förum við að því að finna jafnvægið á milli hins faglega lífs og einkalífs? Mikið rætt kulnun í íslensku samfélagi í dag. Ég get sagt ykkur hér og nú að þetta er líklegast eitt af erfiðustu verkefnum sérfræðingsins. Og ég held að þið hafið nú þegar fengið að kynnast í. Því það er mjög auðvelt að detta í þá gryfju að sérfræðings hluti starfsins sé það mikilvægasta í lífi okkar. Sá sem hér stendur hefur ekki farið varhluta af því. Og oft þurft að spurja sjálfa mig hvort sé mikilvægra fundur í Reykjavík, verkefni erlendis eða tíma með fjölskyldunni. Og oftar en ekki hefur fjölskyldan fengið að bíða. Ég mæli ekki með slíku. En það þýðir samt ekki að við eigum og getum yfir höfuð gefið allan okkar tíma með börnum og mökum og öðrum ættingum. Þetta er eilífur dans, forgangsröðun, markmiðasetning. Eitt af því sem við verðum alltaf að læra. En ég mæli með því að þið veltið í sífellt fyrir ykkur hvað þið munu hugsa þegar þið lítið tilbaka yfir æviskeiðið.
Hvað er það sem gerði ykkur stolt? Hvað er það sem gerði ykkur ánægð? Að loknu löngu ævistarfi, hvað viljið það börnin ykkar hugsa ykkur? Hvernig samband ykkar við ykkar nánustu? Svörin eru jafnmörg eins og þið eru fjölbreytt, en verið vissum að þeir leiti svara við þessum verkefnum, að þið verið sátt með það svar sem þið finnið þegar sá tími kemur. Og það gerir þið eingöngu með því að hugsa stöðugt forgangsröðun þess sem fyrir framan ykkur er. Ágætu gestir. Ísland stendur á tímamótum ásamt öðrum þjóðum heimsins. Við getum valið að fylgja þeirri vegferð sem þjóðir heims hafa farið síðustu 75 árin og haldið áfram að auka samstarf þjóða með velferð og hagsmuni allra að leiðarljósi. Við getum líka valið að nýta þekkingu okkar á tækni til þess að bæta vegferð og velferð. Eða við getum valið einangrunarhyggju. Við getum valið tortryggni. Og við getum valið óvild í garð þeirra sem við teljum ekki vera okkar. Fyrir 75 árum síðan, nánast upp á dag, héldu vel á annað 100.000 ungmenni yfir ískalt Ermarsundið og vissu ekki hvort þeir ættu afturkvæmt. Ég að sjálfsögða vitna til innrásarinnar í Normandí 7. júní 1944. Evrópa var búin að berjast á banaspjótum í rétt 5 ár með gríðarlegu mannfalli og eyðileggingu, óhæfuverkum og mannvonsku. Og þó margir þeirra sem fóru yfir Ermarsundið þá nótt vissu að mikla líkur væri að þeir kæmist mögulega ekki aftur tilbaka, var samt farið. Og markmiðið var alveg skýrt. Að frelsa Evrópu og heiminn undan oki innræðisherra og fasisma. Svo frelsi og lýðræði, og takið eftir árið 1944 var frelsi einstaklingsins hugtak sem í raun og veru var búin að vera til í skemur en 50 ár. Það ekki nema von að þessar einstaklingar hafi skilið hvað í þessu frelsi felst. Og þjóðir heims, hins vestrana heims, ákváðu að byggja sitt framkerfi á þessu frelsi og þessu lýðræði. Það er því ótrúlegt að við heyrum nú í dag, rétt aðeins 75 árum síðan, sömu orðræðu. Við sjáum samskonar aðferðum beitt við að dreifa röngum upplýsingum og setja hlutina í rangt samhengi, oft í nafni þekkingar og vísinda. Þetta voru sömu aðferðir og voru notaðar til að koma fasismannum til valda. Við sjáum jafnvel hjá stærstu lýðræðisþjóðum í dag tilburði til þess að stýra orðræðu vísindana, véfengja vísindin. Véfengja þau ekki á gagnrýni eins og við höfum ætíð að gera, ekki á þekkingu eins og við gerum og þið hafið lært í ykkar námi, heldur á skoðunum og jafnvel trú. Erum við virkilega búin að gleyma að slík orðræða, hún leiddi þjóðir heims fyrir rétt einum manns aldri í þann hildarleik sem ég minntist á áðan. Langar að deila með ykkur einni stuttri persónlegri sögu í tengslum við þetta. Það vill svo til að ég á ömmu sem er ennþá á lífi, 93 ára. Og maðurinn hennar, afi minn, var fæddur árið 1918. Hún var fædd 1924 og er fædd 1924. Það vill svo til að þau kynntust rétt fyrir stríð og voru bæði starfandi í kringum flugvöllin í Reykjavík. Afi minn talaði ensku, kom strax í Bretavinnu, kynntist þessum einstaklingum sem þar voru. Amma mín starfaði á veitingastað tengdamóður sinnar, þar sem þær elduðu bacon og egg ofan í breska hermenn. Nei, fyrir ekki ofan í bandarísku hermenna, Bretarnir fengu víst bara keks og te. Og ég átti oft samtal við þau þessi ár og upplifun þeirra. Og það var alveg skýrt í þeirra huga. Það var verið að berjast framtíðina. Það var verið að berjast fyrir frelsinu. Og hvort að svo lýðræðisbylgja sem var í upphafi 20. aldarinnar myndi ná að lifa af. Kannski verður þetta í raun verkefni ykkar kynslóða, kæru nemendur, að tryggja það að þetta frelsi og þetta lýðræði verði ekki frá okkur tekið.
Ég vona því að þið munu nýta ykkar þekking og færni til þess að vernda þessi lífsgæði, frelsis og mannúðar, sem þjóðum heims hefur þó tekist að byggja upp á síðustu 75 árum og ekki gleyma þeim gríðarlegu framförum sem orðið hafa í nafni vísindana, í nafni rannsóknarinnar og þekkingaleitarnar. Þess vegna það þannig í þeirri baráttu sem framundan vísindin, frelsið og mannréttindin verður einmitt mest þörf fyrir fólk sem getur notað staðreyndir og þekkingu til að komast að lausnum. Það verður ykkar verkefni, kæru nemendur. Það verður ærið verkefni. Það er við getum ekki aftengt virkan í athugasemdum. Kæru gestir, nemendur, starfsfólk skólans, háskólarnir eru 5. vald lýðræðislegra kerfa. Við tölum oft þrískiptavaldið, dómsgjafa, löggjafa og framkvæmda og við höfum bætt valdi fjölmiðlana, 4. valdinu, sem svo auðveldlega getur haft áhrif á skoðanir fólks og daglegt líf, sérstaklega í formi nýrra samfélagslegra miðla. En einmitt þess vegna svo nauðsynlegt að til séu stofnanir sem standa algerlega sjálfstæðar í sínu faglega starfi, þar sem þekking byggð á staðreyndum og ný þekking fundin upp í gegnum rannsóknir og nýsköpun. Og að þessari þekkingu sé komið á framfæri til samfélagsins. Þetta kjarnarhlutverk háskólanna. Og til þess að gegna því hlutverki verða háskólar að vera faglega og fjárhagslega sjálfstæðir. Við verðum að hafa fjölbreytta, sterka og trausta háskóla í nútíma samfélagi. Og kæru gestir, háskólasamfélagið þarf á ykkar stuðningi að halda. Við þurfum að hvort stuðningi halda svo við getum að halda áfram að mennta nemendur og leita nýrra þekkingar og varðveita þá þekkingu sem þegar til. Við erum ekki og getum ekki starfað í tómarúmi. Við þurfum á ykkar stuðningi að halda við að tala máli vísindana, fræðana og þekkingarinnar gegn ósannindum, hindurvitnum og áróðri. Við þurfum á ykkur að halda til að minna stjórnvöld á að við viljum hafa öflugar háskólastofnanir sem veita fólk land allt aðgengi að námi og rannsóknum. Minni stjórnmálumenn á að aukin fjárframlög til háskólana séu besta fjárfesting sem Ísland getur farið í nú á tímum væntanlegra efnahagslægðar. Ég vil þakka okkar kæra samstarfsfólki fyrir framlag ykkur til menntunar þessara glæsilega hóps sem nú að brautskrást úr framhaldsnámi við Háskólann á Akureyri. Það fyrir elju og ákafa þessara starfsmanna að við getum rekið jafn öfluga stofnun og Háskólann á Akureyri orðin í dag með rétt tæplega 2500 nemendur, yfir 200 starfsmenn og í samstarfi við menntunarmiðstöðvar land allt. Það gríðarlegur auður í starfi okkar starfsfólks, auður sem aldrei má líta á sem sjálfsagðan né ótæmandi. Því megi vera óendanlega stolt af starfi ykkar og þeim nemendum sem héðan brautskrást í dag. Kæru nemendur, fyrir hönd starfsfólks Háskólans á Akureyri vil ég óska ykkur og fjölskyldum ykkar til innilega til hamingju með þennan áfanga. Það með von í hjarta og trausti á ykkar faglegu og sterku sýn, trausti á ykkar faglegu þekkingu og sterku sýn á réttlæti, að ég veit að þið munum nota þekkingu ykkar og sérfræðikunnáttu til að gera Ísland framtíðarinnar og heiminn allan enn betri. Innilega til hamingju. Nú munu Eik og Una Haraldsdættir flytja lögin Sérlegu sendiherra, ljóð Jónasar Árnasonar, lag Jóns Múla Árnasonar og Klementínu dans, ljóð Halldórs Laxness og lag Atla Heimis Svinssonar. Gjörið þið svo vel. Fegurð og gleði og fögnuð, framtíð í skauti sér ber, sérlegan sendi Herra, senda mun gæfan mér.
Hann verður ekki neinn enskulor, akandi hversdags í nýjum fort, bjóðandi kokteil og kampavín. Hann muni brjúka nýtt briljantín, hann muni verða með heimsmannssvip, hann muni eiga neitt listiskip, hann muni setja neinn boð né bön, hann muni ganga með gull í tönn. Hann verður barasta bara, bústinn með spékopp í kinn, undir blá augu sem stara, undrand á stjarnanna skara, einnig með uggandar lítinn, upprættan nebba og skrítinn, ef ég fæ aðeins að sjá augun blá. Veröld má sigla sinn sjá, svei mér þá. Langt fyrir utan ystu skóga, árið sem að gulli fannst, einn bjó smiður út í móa, og hans dóttir sem þú manst, einn bjó smiður út í móa, og hans dóttir sem þú manst. Litla smáin, lofi fáin, lípur táin, gleðinar, ertu dáin út í bláin, eins og þráin sem þú barst, ertu dáin út í þráin, eins og þráin sem þú barst. Takk fyrir. Já, það verðskulda sannarlega rausnarlegt lóðatak. Eik og Una, kæra þakki fyrir þetta. En þá komið að kannski aðalatriðinu, en það náttúrulega sjálf brautskráning kandidata. Við ætlum að biðja ykkur að klappa í rauninni bara í lokin á brautskráninguna hverri deild. Við ætlum hins vegar ekki að stöðva það ef einhver tapar sér í geðshræringu og stolti og ríkur upp í ykkur lófatæki. Það líka allt í lagi ef andinn kemur yfir ykkur. En það líka sjálfsagt að klappa sérstaklega fyrir þeim sem að hljóta viðurkenningar. Fyrst brautskráir Eydís Kristín Sveinbjarnardóttir, forseti sviðsins kandidata af heilbrigðisvísindasviði. Ágætu kandidatar og aðrir góðir gestir. Framhaldsnám á diplómu og meistarastigi við heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri hefur þróast við skólan í rúmlega 2 áratugi. Árið 1997 hófu 12 hjúkrunarfræðingar nám til MS-prófs við Háskólan á Akureyri
í samstarfi við Manchester Háskólann á Bretlandi. Ástæða þess að leita var til Manchester var svo að Bretar stóðu framarlega á sviði fjarnáms. Það var mikil framsýni stjórnenda Háskólans á Akureyri að hefja meistaranám í hjúkrunarfræði á þessum árum. Haustið 2003 bauð síðan Háskólinn á Akureyri fyrstur háskóla hérlendis upp á þverfaglegt nám í heilbrigðisvísindum á meistarastigi. Með þverfaglegu námsfyrirkomulagi er verið að koma til móts við áherslubreytingar sem orðið hafi í heilbrigðisþjónustu, stuðlað aukinni og betri samvinnu á milli mismunandi faghópa sem og að gefa heilbrigðisstarfsfólki kost á að afla sér aukinnar fræðilegra sérþekkingar. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan árið 1997. En 324 fagmenn hafa brautskráðst frá framhaldsnámsdeild HA með diplóma og meistaragráður frá upphafi. Aðsókn í framhaldsnámið hefur nokkur undanfarin ár farið fram úr væntingum okkar og nú er svo komið að mótaðar hafa verið aðgangstakmarkanir í námið sem var beitt við inntöku námið í fyrra og aftur núna í ár. En af hverju er fólk að sækjast eftir frekara námi? Stærsti hluti hópsins er á svokölluðum miðjum aldri. Gera sig að betri og hæfari starfsmanni, verða sérfræðingur á afmörkuðu sviði, vinnuveitandi kallar eftir aukinni þekkingu, hugsjónum að bæta ákveðna þjónustu innan heilbrigðiskerfis með gagnreyndum aðferðum, styrkja faglega sjálfsmynd, takast á við nýjar áskoranir, hindra kulnun í starfi, auka við sjálfsþekkingu og læra að setja sig í spor annara. Það má ekki gleyma því að þó svo að heilinn sé almennt talinn fullþroska þegar við erum á 30-aldri, er hann langt frá því fullmótaður á því aldurskeiði. Menntun og nám viðheldur taugabrautum og styrkir þær. Ekki aðeins á vitræna sviðinu með tilliti þekkingar, heldur getur fólk ræktað eiginleika eins og innlifun, samhygð og nánd. Í heilaberkinum eru svæði sem gera okkur kleift að setja okkur í spor annara og finna til samkenndar með öðru fólki. Möguleiki er að rækta þessa heilastarfsemi. Já, heilbrigðisstarfsfólk sem fer í framhaldsnám á miðjum aldri hefur sannarlega möguleika á að þroska sig á jákvæðan hátt sem mannesku, þjálfa tilfinningar eins og samkennd enn frekar og komast að því að það getur verið bati eftir áfall með því að vinna úr erfiðri reynslu í öruggu rými og í gagnvirku sambandi. Það kom svo skýrt fram á árlegri ráðstefnu heilbrigðisvísindasviðs í vor, sjónaukonum, hvað framlag meistaranemanda er mikilvægt. Ekki eingöngu í þekkingarsköpun, heldur verður hver og einn meistaranemi fagleg fyrirmynd annara heilbrigðisstarfsmanna á klínískum vettvangi. Yfirskrift sjónaukans í ár var áskoranir og tækifæri á norðurslóðum. Þar héldu fyrirlestra bæði kennarar, meistaranemendur og erlendir gestir. Erlendu gestirnir okkar í ár voru Arja Ráttjó læknir frá Finnlandi og Rhonda M. Johnson Fulbright prófessorinn okkar frá Alaska í Bandaríkjunum. Rannsóknarvirkni sviðsins kom svo skemmtilega í ljós og metnaðarfullir rannsóknarhópar birtust úr hellum sínum og komu fram í dagsljósið. Sjónaukinn er komin til að vera sem þróunarverkefni á sviðinu og við ætlum að gera fjölmiðlaáætlun á næsta ári og láta í okkur heyra með látum. Meðal afurða af sjónaukanum í ár er stofnun öflugra rannsóknarhópa sem munu láta að sér kveða í málefnum norðurslóða. Enn og aftur segi ég að einyrkjastarf akademiskra starfsmanna við sviðið er að heyra sögunni til, enda sýnir það ekki skila hámarks árangri í samfélagsáhrifum og birtingum. Samstarfið Sjúkrahúsið á Akureyri á vettvangi heilbrigðisvísindastofnunar Háskólans á Akureyri er hægt og rólega að taka flugið. Ég trúi á að góður hluti gerist hægt og bítandi í þeim efnum. Ráðið var í 4 20% stöður við
heilbrigðisstofnunina frá og með 1. desember síðastliðnum. Alexander Smárasson læknir var ráðinn í prófessorstöðu, Björn Gunnarsson læknir í dósentstöðu, Laufey Hrólfsdóttir næringafræðingur í dósentstöðu og Þorvaldur Ingvarsson læknir í prófessorstöðu. Klínískar nafnbætur fengu Guðjón Kristjánsson læknir, klínískur dósent og Hildigunnu Svavarsdóttir, hjúkrunarfræðingur, klínískur lektor. Þessir fagmenn hafa þegar látið að sér kveða í rannsóknum og kennslu á sviðinu. Ég óska þeim öllum til hamingju með stöður og nafnbætur. Samstarf heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri og Sjúkrahússins á Akureyri er mikilvægt í ljósi þess að Sjúkrahúsið á Akureyri ætla sér að verða háskólasjúkrahús á næstu árum. Vinnuhópur á vegum sjúkrahússins er með fulltrúum háskólans og sjúkrahússins hefur verið stofnaður og er að hefja störf sem hefur það að markmiði að skoða möguleika sak á því að verða háskólasjúkrahús. Stórt verkefni framundan. Við fengum góðar fréttir í gær sem munu skipta máli í framgangi þess að verða háskólasjúkrahús. Fyrstu doktorsnemarnir við heilbrigðisvísindasvið HA hefja nám á næstkomandi haustmisseri. Sviðsfundur heilbrigðisvísindasviðs fagnaði þessum áfanga í gær. En það var í gær. Í dag brautskráum við 25 kandidata frá heilbrigðisvísindasviði, 16 kandidata með diplómagráðu og 9 með meistaragráðu. Við höfum þegar útskrifað á árinu, eins og þið sjáið í prógrammin ykkar, í febrúar og október, 22 kandidata á við framhaldsnámsdeildina. Ágætu brautskráningar nemar, framhaldsnámsdeildar heilbrigðisvísindasviðs árið 2019. Ég óska ykkur og fjölskyldum ykkar innilega til hamingju með þennan mikilvæga áfanga að ljúka framhaldsnámi í heilbrigðisvísindum. Þið eigið eftir að marka ykkur spor í félags- og heilbrigðisþjónustu landsins. Ég vil einnig þakka kennurum heilbrigðisvísindasviðs fyrir þann mikla metnað sem þeir bera fyrir hönd framhaldsnámsins á sviðinu. Einnig vil ég þakka öllum þeim sem hafa lagt hönd á plógin til að brautskráning ykkar sé möguleg. En nú hefst brautskráning frá framhaldsnámsdeild heilbrigðisvísindasviðs og bið ég deildarformann Dr. Sigrúnu Sigurðardóttur lektor að koma og aðstofa mig við afhendingu skírteina. Nú verða brautskráði kandidatar með viðbótarpróf í heilbrigðisvísindum. Ég vil biðja þá að ganga fram og veita skírteinum sínum viðtöku. Ég les einnig upp nöfn þeirra sem ekki eru viðstaddir brautskráningu. Arney Eir Einarsdóttir, Ásgerður Ragnarsdóttir, Birna Sigurveri Björnsdóttir, Bjarnheiður Böðvarsdóttir, Erla Jóhannesdóttir, Harpa Guðmundsdóttir, Heiða María Elvarsdóttir, Hekla Hrönn Þorvaldsdóttir, Helena Halldórsdóttir, Ísak Aron Sigurðarsson Hammer, Sandra Ásgrímsdóttir, til hamingju. Sigurbjörg Kristín Snjólfsdóttir, Sigurdís Egilsdóttir, Svava Guðrún Helgadóttir, til hamingju. Telma Rós Sigurðardóttir, Vignir Fannar Valgeirsson, nú verða brautskráði kandidatar með MS-gráðu í heilbrigðisvísindum. Og þeir eru mættir. Aðalbjörg Albertsdóttir, Áslaug Félagsdóttir, til hamingju. Berglind Andrésdóttir, Elín Árdís Björnsdóttir, til hamingju. Eva Hilmarsdóttir, til hamingju. Hafdís Hrönn Pétursdóttir, til hamingju. Jóhanna Ólafsdóttir, til hamingju. Sandra Sif Jónsdóttir fyrirgefðu, til hamingju. Og að lokum Sigurveig Gísladóttir, til hamingju.
Þá brautskráningu lokið frá framhaldsnámsdeild heilbrigðisvísindasviðs við Háskólann á Akureyri. Takk fyrir. Já, nú mun Anna Ólafsdóttir, forseti hug- og félagsvísindasviðs, brautskrá kandidata af sviðinu. Ágætu kandidatar, rektor og gestir. Hug- og félagsvísindasvið stærsta akademíska einingin innan Háskólans á Akureyri. Námsleiðirnar í framhaldsnámi á diplómu og meistarastigi fjölbreytilegar eftir því. Þannig geta nemendur valið innan sviðsins námsleiðir eins og félagsvísindi, fjölmiðla og boðskiptafræði, menntavísindi, menntunarfræði, lögfræði og heimskautarétt. Á skólaárinu sem nú að ljúka hafa 240 nemendur stunda framhaldsnám á hug- og félagsvísindasviði og fer nemendum á framhaldsstiginu stöðugt fjölgandi. Reyndar það svo þegar horft á háskólastigið á Íslandi í heild að hlutfallsleg fjölgun nemenda hefur síðustu áratugi verið mest á framhaldsstiginu. Það ánægjuleg þróun, því hún segir okkur að stöðugt fleiri kjósa að láta ekki staðar numið við grunnháskólagráðuna og líta á framhaldsnám á háskólastigi sem mikilvægan grunn fyrir líf og starf til framtíðar. Framhaldsnámið á hug- og félagsvísindasviði í stöðugri þróun og það á jafnt við skipulag námsins, inntak þess og kennsluhætti. Mikið starf hefur verið unnið í skipulagi og stefnumótun sviðsins í heild í vetur sem birtist meðal annars í því að deildum var fjölgað úr 2 í 4. Þannig urðu námsbrautir í lögfræði og sálfræði að sjálfstæðum deildum. Lagadeild og sálfræðideild. Hug- og félagsvísindasvið telur því núna 4 deildir. Félagsvísindadeild, kennaradeild, lagadeild og sálfræðideild. Allar miða þessar breytingar að því að efla enn frekar gæði starfsins á sviðinu og námsins þar með. Stærstu tíðindin í þróun sviðsins verður þó að telja að nú hafa fyrstu doktorsnemarnir við Háskólann á Akureyri eftir að skólinn fékk doktorsnámsheimild hafi nám á hug- og félagsvísindasviði. En það gerðist núna síðustu áramót. Doktorsnemarnir 2 og tengjast þeir styrktum rannsóknarverkefnum leiðbeinanda sinna á sviðinu. Doktorsnemarnir hafa hvort tveggja í senn stöðu sem nemendur og sem akademískir starfsmenn. Auk þessara tveggja starfar 1 doktorsnemi á sviðinu í gegnum sameiginlegt rannsóknarverkefni HA og Háskóla Íslands. Þróun doktorsnámsins hefur þannig bæst við sem enn einn þátturinn í að efla skólan okkar. Það verkefni sem ég held að við getum öll sagt að við horfum til með tilhlökkun leið og við tökum mjög alvarlega þá miklu ábyrgð sem fylgir því að veita þessa æðstu menntagráðu háskóla. Í dag brautskrást 67 nemendur úr framhaldsnámi á hug- og félagsvísindasviði. Og nú langar mig að beina orðum mínum til ykkar allra sem brautskrást frá sviðinu hér á eftir. Fyrst vil ég að sjálfsögðu óska ykkur innilega til hamingju með þennan mikilvæga dag í líf ykkar. Ég veit að klísja að segja það, en það samt mikilvægt að minna ykkur á að framtíðin ykkar. Ég veit að þið stefnið öll að því að gera ykkar besta,
til að framtíðin verði ykkur gæfurík og björt og ég vona svo sannarlega að þið eigið eftir að líta á námið hér í Háskólanum á Akureyri sem gagnlegan og gefandi undirbúning fyrir þá framtíð. Óska ykkur enn og aftur öllum til hamingju. Og nú hefst brautskráning nema sem brautskrást úr framhaldsnámi á hug- og félagsvísindasviði og vil ég biðja Johan Nyman Larsen, Kristínu Margréti Jóhannsdóttur og Ragnheiði Elvu Þorsteinsdóttur að koma hingað upp og aðstoða mig við afhendingu skírteina. Ég vil taka það fram að ég mun eins og Eydís telja alla upp, líka þá sem eru ekki viðstaddir og mér sýnist allir vera komnir hér og fyrsta brautskráningin fer fram frá félagsvísindadeild. Og það Ólöf María Brynjarsdóttir. Til hamingju, ég ætla að biðja að bíða yngra aðeins og ykkur hér. Sontaklúbbur Akureyrar hefur mörg undanfarin ár veitt viðurkenningu fyrir framúrskarandi ritgerðir sem fjalla réttindi kvenna og eða jafnrétti. Ólöf María Brynjarsdóttir hlýtur viðurkenningu frá Sontaklúbbi Akureyrar fyrir ritgerðina að vera hetja í sjálfsins augum, lífssaga sjálfsást. Til hamingju. Og þá lokið brautskráningu frá félagsvísindadeild og nú fer fram brautskráning frá kennaradeild. Fyrst verða brautskráðir kandidatar með diplómu í menntunarfræði. Ásta Björk Jökulsdóttir, Björk Lárusdóttir. Til hamingju. Brynja Rún Benediktsdóttir, Guðmundur I. Bergþórsson. Til hamingju. Helgi Páll Jónsson, Sigríður Ásta Hauksdóttir. Nú verða brautskráðir kandidatar með diplómu í menntavísindum. Anton Orri Dagsson, Elín Berglind Guðmundsdóttir, Eva Dís Guðmundsdóttir. Til hamingju. Guðbjörg K.R. Valdimarsdóttir. Til hamingju. Heiður Ósk Þorgeirsdóttir. Til hamingju. Helga Sigurbjörg Gunnarsdóttir. Til hamingju. Helga María Jóhannesdóttir. Til hamingju. Inga Fjóla Sigurðardóttir. Ingileif Ástvaldsdóttir. Ingileif gat ekki verið hér í dag en Ingileif hlýtur viðurkenningu fyrir hæstu meðalengun í framhaldsnámi við Háskólann á Akureyri. Íris Björk Ágadóttir Reykdal. Til hamingju. Íris Guðrún Sigurðardóttir, Lilja Guðlaug Ingólfsdóttir. Til hamingju. Margrét Einarsdóttir, Ragna Fanney Gunnarsdóttir, Sigrún Traustadóttir. Til hamingju. Sigurborg Örvarsdóttir Möller. Til hamingju. Sonja Dröfn Helgadóttir. Til hamingju. Nú verða brautskráðir kandidatar með M.Ed.próf í menntunarfræði. Anna María Sigfúsdóttir. Til hamingju.
Anný Björg Pálmadóttir, Atli Már Sigmarsson. Til hamingju. Auður Gyða Ágústsdóttir, Auður Helgadóttir, Áslaug Eva Antonsdóttir. Til hamingju. Dröfn Jónsdóttir. Til hamingju. Ester Gunnveig Gersdóttir. Til hamingju. Hafdís Björg Bjarnadóttir. Til hamingju. Hafdís Sigurðardóttir, Harpa Lind Örlygsdóttir, Helga Lind Sigmundsdóttir. Til hamingju. Herdís Ólöf Pálsdóttir. Til hamingju. Hildur Hjaltadóttir, Hólmfríður Þorgeirsdóttir. Til hamingju. Jenny Lind Gunnarsdóttir. Til hamingju. Júlíana Garðarsdóttir, Karen Rut H. Aðalsteinsdóttir. Til hamingju. Kjartan Ingi Jónsson. Til hamingju. Kolbrún Sveinsdóttir, Lovísa Dögg Viggósdóttir, Magnús Hilmar Felixson. Til hamingju. Martin Meyer, Mekkin Einarsdóttir. Til hamingju. Petra Sif Björnsdóttir. Til hamingju. Ragnar Logi Búason. Til hamingju. Nú verða brautskráðir kandidatar með MA-próf í menntavísindum. Anna Sigrún Rafnsdóttir. Til hamingju. Elínborg Anna Sigurðardóttir. Íris Hrönn Kristinsdóttir. Til hamingju. Rannveig Sigurðardóttir. Sandra Rebekka Önnudóttir Arnarsdóttir. Til hamingju. Sveinbjörg Björnsdóttir. Til hamingju. Vala Nönn Gautsdóttir. Og þá lokið brautskráningu frá kennaradeild. Nú fer fram brautskráning frá lagadeild. Og fyrst verða brautskráðir kandidatar með LLM-próf í heimskautarétti. Apostolus Ciovalas, Daniela Tóma, Mana Elise Hera Tugend. Til hamingju. Sara Fúskó. Til hamingju. Nú verða brautskráðir kandidatar með MA-próf í heimskautarétti. Annelíen Ramakes. Til hamingju. Katharína Heinrich. Til hamingju. Nú verða brautskráðir kandidatar með ML-próf í lögfræði. Axel Trausti Gunnarsson. Til hamingju. Elma Sturludóttir. Til hamingju. Ingibjörg Sigurðardóttir. Til hamingju. Sigrún Birna Kristjánsdóttir. Til hamingju. Þá lokið brautskráningu frá lagadeild og sviðinu öllu. Takk fyrir.
Já, nú brautskráir Rannveig Björnsdóttir, forseti viðskipta- og raunvísindasviðs kandídata af sviðinu. Kæru kandidatar, samstarfsfólk og góðu gestir. Nú verða brautskráðir kandidatar af viðskipta- og raunvísindasviði en því tilheyra 2 deildir, auðlindadeild og viðskiptadeild. Við báðar deildir boðið upp á rannsóknatengt meistaranám, einstaklingssniðið eða Master of Science og þetta gert í öflugu samstarfi við atvinnulíf og samstarfsstofnanir skólans og vil ég nota tækifærið og þakka samstarfsaðilum öllum svo nemendum og starfsfólki sviðsins góð störf og ánægjulegt samstarf á árinu. Nú einnig boðið upp á rannsóknatengt doktorsnám á 3 sviðum innan fræðasviðsins en það eru líftækni, sjávarútvegs- og fiskeldisfræði og viðskiptafræði. Og það einnig í nánu samstarfi við innlenda og erlenda samstarfsskóla, stofnanir og atvinnulíf. Á liðnum árum hefur þó fjöldi doktorsnemenda unnið að sínum rannsóknum við sviðið og undir leiðsögn sérfræðinga þess. Og rannsóknarvinnan í heild sinni hefur jafnvel farið fram innan veggja skólans en þessi nemendur hafa verið skráðir við aðra háskóla þar sem Háskólinn á Akureyri hefur ekki fyrir nýverið fengið leyfi eða haft heimild til að bjóða upp á doktorsnám. Og ég var að telja saman í huganum áðan, ég held séu 7 á sviðinu. Í meistaranáminu öðlast nemendur dýpri skilning og þekkingu á sínu áhugasviði og eykur hæfni sína í vísindalegum vinnubrögðum og hagnýtingu fræðana. Námið eins og ég nefndi sniðið að hverjum og einum og það skipulagt að nemandanum sjálfum í að höfðu góðu samráði við leiðbeinendur sem geta verið bæði innan, þeir eru náttúrulega alltaf leiðbeinendur innan skólans en líka utan skólans, út í atvinnulífi. Ráðgefandi sérfræðingar eru þar að auki fengnir að meistaranemndum nemendana til að tryggja að verkefni nemenda standist alþjóðlega gæðakröfur. Hver nemandi fylgir þannig námskrá sem sérsniðin að því áhugasviði og sérsviði sem nemandinn hefur valið sér. Og nemendur eru einnig hvattir til þess að taka hluta námsins við erlenda háskóla. Við viðskiptadeild boðið upp á 1,5 til 2 ára eða 90 til 120 ECTS einingameistaranám í viðskiptafræðum með vali á milli 30 eða 60 eininga verkefna. Verkefni geta semst verið minni eða stærri. Og við auðlindadeild þá boðið upp á 2 ára eða 120 eininga meistaranám í auðlindafræðum og einnig í sjávarútvegsfræðum og rannsóknarverkefni nemenda við auðlindadeild alla jafnan viðamesti hluti námsins eða allt að og jafnan 90 einingar sem tilsvarar það bil 1,5 árs fullri vinnu. Samtals hefur 31 nemandi lokið meistaranámi við auðlindadeild frá árinu 2012 og jafnmargir eða 31 við viðskiptadeild frá árinu 2009. Á þessu skólaári voru 15 nemendur skráðir í meistaranám á sviðinu og til viðbótar hafa borist 20 nýjar umsóknir meistaranám frá með næsta hausti. Síðustu 2 árin hefur fræðasviði markvisst unnið að því að efla framboð námskeiða á meistarastigi við fræðasviði og þar við að horfa til sérsviða og sérstöðu rannsókna sem þar eru stundar, mjög fjölbreyttar rannsóknir. En þrátt fyrir að séu fjölbreyttar þá má segja að rauðir þræðir í rannsóknum við fræðasviðið séu sjálfbær þróun, aukin verðmætasköpun, ábyrgir viðskiptahættir. Og þar eru nýsköpun,
áhrif hnattrænnar hlýnunar á auðlindir og umhverfi, á norðlægum slóðum, fyrirtækjarekstur og alþjóðaviðskipti á meðal áherslusviða. Það því ljóst, eftir að hafa talið þetta upp, að gott samstarf við fyrirtæki og stofnanir lykilatriði og þar vegur afskaplega þungt mjög víðtækt tengslanett þeirra það bil 25 kennara og sérfræðinga sem starfa við fræðasvið. Þessir einstaklingar hafa að stærstum hluta lagt stund á háskólanám erlendis og hafa því mjög fjölbreytt tengslanett samanlagt. Það skapar aukinn tækifæri fyrir nemendur, ekki einungis í auknu fjölbreytni í rannsóknarverkefnum nemenda, heldur opnar það möguleikann á að nemendur geta tekið hluta námskeiða og unnið hluta rannsóknarvinnunar sinnar hjá erlendum samstarfsaðilum. Öflugt alþjóðasamstarf kennaraskólans gerir skólan og námið þannig að eins konar brú fyrir nemendur yfir í alþjóðlegt umhverfi, ekki síður en út í atvinnulíf. Og það ómetanlegt tækifæri og reynsla fyrir alla nemendur. Að þessu sinni verða einungis brautskráðir 2 kandidatar eftir nám á meistarastigi frá viðskipta- og raunvísindasviði og báðir þeir frá viðskiptadeild. En fræðasviðið útskrifar einnig meistaranema í haf- og strandsvæðastjórnun og sjávartengdri nýsköpun sem kennt við Háskólasetur Vestfjarða á Ísafirði og þar verða útskrifaðir 22 kandidatar þetta vorið og þá hafa samtals 150 nemendur lokið því námi frá því það hófst árið 2010. Þessi nemendur fá skírteini sín afhent við sérstaka athöfn á Ísafirði þann 17. júní utan einn sem með okkur hér í dag. Hefst þá brautskráningin og vil ég kalla mér til aðstoðar Guðmund Kristján Óskarsson, dósent og deildarformann viðskiptadeildar sem mun afhenda nemendum skírteini sín. Með meistaragráðu Master of Science í viðskiptafræðum, Gunnlaugur Karlsson, og Kristín Pétursdóttir sem fjarverandi. Og þá nemandinn einn þessara 22 kandidata sem að brautskrást frá Háskólasetri Vestfjarða með okkur hér í dag. Hann að útskrifast úr sjávartengdri nýsköpun, fyrsti nemandinn sem útskrifast úr því námi. Þetta Master of Resource Management eða sjávartengd nýsköpun, Kristján Guðmundur Jóhannsson. Til hamingju. Brautskráningu allra kandidata með meistaragráðu frá viðskipta- og raunvísindasviði þá lokið. Ég óska kandidatum, fjölskyldum þeirra og öðrum aðstandendum innilega til hamingju með áfangan og alls velfarnaðar ókomin ár. Þakka fyrir mig, njótið dagsins. Jæja, þetta gekk nú bara ljómandi vel hjá okkur. En það ekki? Það nú einhvern veginn svo merkilegt að og maður velti því fyrir sér þegar bara horfir á okkur fara yfir að af einhverjum ástæðum að þá ferðaði gegnum hugamanns þegar maður gengur þessa göngu yfir og þið verðið að viðurkenna það, kannski viljið ekki viðurkenna það, en annarkvort í gærkvöldi eða áðan, að þá sáu þið fyrir ykkur eða hugleituð hvað myndi nú gerast ef að þið myndu detta í stiganum. Eða detta á sviðinu, eða hrasa. En það gerðist ekki. Og eigum við ekki bara að klappa fyrir því? En þetta nú svona með mannshugan, sko. Ja, og jafnvel rannsóknarefni fyrir ykkur sem ætlaði að halda áfram. Þið þakkið mér bara síðar. Hvað gerist næst? Jú, maður nefndur Axel Trausti Gunnarsson. Mér sagt að hann hafi óskaplega gaman af að syngja í sturtu.
hefur áhuga á mótorhjólum og lóðum. Hann eyfirkskur sveitapiltur. Og af hverju ég að lýsa hans mannkostum og innri þrám? Jú, hann ætlar að flytja ávarp fyrir ykkar hönd. Fyrir hönd kandidata. Gjörðu svo vel. Rektor, starfsfólk, kæru kandidatar, góðu gestir. Ég heiti Axel Trausti Gunnarsson og ég hér að ljúka minni ML-gráðu í lögfræði. Þetta búið að vera löng leið, krefjandi, en fyrst og fremst skemmtileg. Maður á enn erfitt með að trúa því að maður sé raunverulega búin að klára þetta nám. 5 ára nám, þar með talin BA og ML. Samhliða námi á tíma mínum í háskólanum hef ég tekið þátt í félagslífi, hagsmunagæslu nemenda og núna seinast 2 kjörtímabil sem formaður Þemis félagslaganema sem og setið í einum ýmsu ráðum og nefndum innan skólans. Þetta hefur verið mér ómetanleg reynsla og opnað augu mín hvað samskiptatækni, skipulag og samvinna eru talsvert meira en bara orð á blaði, heldur gott veganesti ófarin veg. Ég lagði upp með það á sínum tíma að fara í háskólanám og ná mér í gráðu og koma mér í burtu eins hratt og ég gæti. En aldrei hvarflaði að mér, aldrei, að þessi tími minn hér við skólan ætti eftir að vera ein af skemmtilegustu árum minnar stuttu ævi. Vissulega var námið krefjandi. Því til undirstrikunar má benda á að það var rúmlega 20 manna hópi sem byrjaði hér á sama tíma og ég, sem á þeim árgangi sem var samkenndur með okkur eru einungis 8 nemendur sem hafa skilað sínu mastersverkefni. Ég viðurkenni það fúslega að það komu tímabil sem hreinlega langaði að gefast upp, hætta þessu og fara að einbeita mér að einhverju öðru. En þá sagði við mig vitur maður sem einmitt flutti ég ávarp fyrir að það bil 3 árum síðan, en hans visku orð voru þá leið: þetta er bugandi nám og líklega þetta erfiðasta sem þú munt gera. Það eina sem þú getur gert til að viðhalda þinni geðheilsu er að djamma og þegar þú ert búin að því, þá djammar aðeins meira. Sálin smyr sig nefnilega ekki sjálf. Já, það má segja að ég og fleiri hafi kannski ekki alveg tekið þessi orð bókstaflega, en það eru svo sem deilda minningar um það. En við skemmtum okkur mikið og það gerði veruna við háskólan eins og ég lít á hana nú í dag, einn skemmtilegustu ár minnar stuttu ævi. Það eru forréttindi að hafa fengið að taka þátt í innra starfi skólans, mynda sterk vinabönd, þannig og tengslanett sem veit mér aukið sjálfstraust. Ég er ævinlega þakklátur fyrir tíma minn hér innan veggja skólans og vilja nota tækifærið og segja takk háa fyrir að vera það sem þú ert, takk áður gestir fyrir að fagna brauðskráningu okkar nú í dag og til hamingju með daginn kandidatar og eigið öll frábæran dag. En svona lokum til að setja punktin yfir yfir. Þá flaug nú þessi vísa í gegnum hausinn á mér, eða vísa skildi kalla. Þykist nú vita að vantar eitthvað upp á stuðla og höfuðstafi og þess áttar, en ég hef nú verið kallað ýmislegt í gegnum tíðina, en ég hef aldrei verið kallað skáld og verð ekki nú í dag. En umrætt vísa er þá leið. Háskólagöngunni kandidatinn lokið hefur. Hún var jú ekkert grín. Á vinnumarkaðanum störfin krefur, vitandi að sálin er seld lín. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir þetta Axel. Þú ert algjör meistari, bókstaflega. Nú verðum við þess svo lukkuleg að fá hérna hæfileikaríku systur Unu og Eik Haraldsdóttur aftur á svið og þær munu nú flytja lagið Í hjarta þér, ljóð Jónasar Árnasonar, lag Jóns Múla Árnasonar. Gjörðu svo vel. Í augum þér, ég leyndan fjarsjóð finn, í faðmi þínum rætir straumur minn, þú hefur með brosi þínu brotist inn í hjarta mér. Og mig þú sigrað hefur innst
burtu frá mér kyrst og ég mun eilífðina fanga vist í hjarta þér. Nú kveð ég heimsins glaum og glys, götu líf og ís, án þess að mér finnist að ég fari neins á mis. Og þegar veturkallinn kominn með klakabönd og snjó í skeggi sér, þá mun ég við ástar eldin orna mér í hjarta þér. Takk fyrir. Já, aldeilis glæsilegt. Nú munu góðvinir Háskólans á Akureyri veita kandidat á framhaldsstigi viðurkenningu og það er Einar Brynjólfsson, formaður góðvina, sem afhendir viðurkenninguna. Ágætu kandidatar, gestir og starfsfólk, til hamingju með daginn. Góðvinir Háskólans á Akureyri eru samtök nemenda sem eru brautskráðir héðan og annarra velunara skólans. Góðvinir efna til endurfunda, fagna útskrift, safna fjármunum í stofnfjársjóð. Góðvinir bera hag Háskólans á Akureyri fyrir brjósti og síðast en ekki síst heiðra þeir afburða nemendur við brautskráningu og hafa gert undanfarin 15 ár. Og það er erindi mitt hér. Heiðursverðlaunin eru nælur sem gullsmiðurinn Kristín Petra Guðmundsdóttir smíðar og það er von okkar að handhafi viðurkenningar dagsins beri næluna með stolti. Þessi næla er eftirlíking listaverksins Íslandsklukkan eftir Kristinn Hrafnsson sem stendur hér á háskólasvæðinu og við hringjum alltaf 1. desember ár hvert og þetta verk vísar til þeirrar árvekni sem einkennir gott háskólafólk. Og nú var ágætt ef rektor myndi nú kannski, ef það er ekki að tekja út með sitjandi seldin alltaf. Það stendur í handritinu mínu sko rektor á sinn stað. Heiðursverðlaun góðvina hlýtur að þessu sinni Ólöf María Brynjarsdóttir. Ég bið hann að koma hér upp. Ólöf María, sem líkur nú rannsóknartengdu meistaranámi í félagsvísindum, tók sig upp með 6 manna fjölskyldu og flutti landshorn á milli til að hefja nám í nútímafræði við Háskólann á Akureyri. Síðan þá hefur hún látið til sín taka og verið ötul talskona skólans, vakið athygli á honum hvarvetna. Hún hefur ávallt verið boðin og búin að kynna háa í ræðu og riti, á hefðbundnum kynningum, í blöðum og á samfélagsmiðlum. Ólöf er öflug námskona og hefur staðið sig með prýði. Hún hefur nýtt háskólaárin sín vel, meðal annars skeft sér í skiptinám til Kanada með alla fjölskylduna, þar sem hún stundaði nám við háskólan í Guelph. Hún ætti að vera okkur öllum hvatning þegar kemur að því að láta drauma rætast. Góðvinir óska Ólöfu farsældar í lífi og starfi á næstu árum og við vitum það að hún er og verður Háskólanum á Akureyri til mikils sóma.
Rektor aftur á sinn stað. Já, nú er þessu bara lokið. Brautskráningu nemendanna og námi á framhaldsstigi er bara nú að ljúka og munum við gleðjast og taka á móti kandidatum og gestum með léttu veitingum í boði góðvina og háskólans hér í miðborg. Nú göngum við úr salnum. Fyrstir fara rektor, sviðsforsetar og svo kandidatar. Fyrir hönd Háskólans á Akureyri óskum við kandidatum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn. Verið sæl.